Já, Dr. Fútból í beinni, vikulog Dr. Fútból á YouTube og Spotify og hvað sem hún tekur þitt hlaðvarp. Gunni, ég með fyrir dóttuðina næst, ég átti bara eitt núna, þetta fyrir strákin. Matsatax, dagatalið sem að allir krakkar verða að eignast. Já. Wow. Og Gunni, ég gleymi aldrei dóttuðinni, hún fær svona líka. Já. Hvernig þetta fílar sloppin, ég fattaði að mér vantaði slopp þegar ég veiktist, bjóð til minn eigin Dr. Fútból Nokko slopp. Það er mjög flottur. Gott efni í honum og flott líka, það er ekki kannski hægt að sína, en bakið er líka mjög töff. Það er vona að sjá síðuna. Það er vona að síðuna á morgun, Dr. Fútból og muna, það er password inn á síðuna, bara eins og í gamla dag, eins og á blogg.is hérna dæmi. Það er D&C, doc, kóðinn góði, til að komast bara inn á síðuna. Ástæðan fyrir þetta var gert var svo að það voru crazy Nokko fans að mæta á síðuna. Byrjuð frá útlöndum? Já, crazy Nokko. Já, það er bara eins og hérna Segalúðar sem voru að kaupa sér Arsenal-búning. Eða Sego töffarar, þú mátt. Það kemur úr þessu samfélagi. Sega var töluvert, Arsenal hefur verið svolítið leiðandi í þessum töluleikja. Heldur betur. Dreamcast og Sega. Herri strákar, það styttist í ferðin okkar góðu til Afríku. Ég og Gunni förum í golf til Afríku, tökum Bullis Media með, við fyllum Afríku af brósum. Strákar, bara því að það gengur vel og það er allir í gír og allir í stuðu og Hjálmar er mjög líklegur að koma með. Þeir eru upp á smarakóni. Sko ég fyrir mína parta, Jónskapúl. Já. Tottenham Ég segi Hissam El Grús. Hissam El Grús. Hlaupari. Heimsmetafi í 1500 og olimpíumestari og heimsmestari. Ég satt aðeins í gær og var að hugsa þetta og ræði þetta á konuna. Sofjan Amrabat. Það ná okkur stað. Eftir hérna Wembley. Það er eitthvað eftir Wembley City. Já. Tók Rodri. Það er eitthvað staður sem hann á í mér. Svakalegt ef hann er upp á smarakóbúri. Já, það ert á vondum stað. Það ert á ansi vondum stað. Er ekki örgulega svartu fössar á morgun? Nei, 30. Er hann næsta? Ég svavar í fitnesssportunum og það peppaði fyrir svörtum fössar að hann er byrjað að senda þetta á mig hvað hann að fara að gera. En fyrir ykkur sem að vilja ná kallmennskunni í gang og aggressívitetinu þá er það sjálfsögðu testabústurinn góði. Allir yfir 35, það er 5 ári að þú ferði í þetta, það er alltaf flegi ferð hjá þau Gunni, þannig að ekkert vera fikt í einu eða neinu, allir yfir 35, þú ferð bara í kreatínin, þú ferð í prótínið, þú heldur áfram að vera sexy. Og prívorkotið. Já, prívorkotið. Og býða hún til að æð kemur hérna. Ég býð bara þangað til að mér fyrir að klæja það mikið í ennið. Kláðin í ennið, þá veit ég er klár. Dr. Fútból fór á Dominos og það eru netdagar 50% af, þá sat ég heima og reiknaði hvort á ég að taka þriðjudagstilbúð þegar ég gera þetta þriðjudegi eða nota nettilbúð og ég hringdi í nokkra og þeir báru saman bækur sína og komið 3 ár þá sparar svona og eitthvað. Hringdur í endurskoðandan? Nei, ég er ekki eins og Rúf talar alltaf félagsfræðinga svona hagfræðimál, ég hringi alltaf í hagfræðinga. Já, en hringdur ég er svo vitlaus, ég hringi veit í hagfræðinga. Hringdur í endurskoðandan? Já, hringdi í endurskoðandan. Litla vikan þér, talaði konunum besta Marokkóbúan og svo hringi félagvendu út af pítsum. Já, skemmtilegt. Ég hringi aldrei í þetta bónus að þeir eru ekki löggildur. Nei. Þetta heyrði ég í morgun, þetta sló mig, ég verð viðurkenna það. Ég hélt, þú veist, að því að þú sér alltaf löggildur endurskoðandi, en það er náttúrulega sumir sem fá kannski ekki. Nei, hann er bara endurskoðandi. Hann er bara endurskoðandi og þess vegna er hann aðeins ódýrari. Og vinnur meira. Hann er aðgengilegri. Já, er ekkert snobb þar, tölvutek og nei, við ætlum að segja frá því að Tjekkan Byrjur 15% stafslotturinn góði. Drengir, það er svo gaman að vera með Árbæing og Mosóbrósa hlið við hlið. En það gleymist að Gunni Bryggis eins og Blö bjó í einhver 4-5 ár á Sauðárkróki. 14,5. Spurning til ykkar. Frá tölvutek og þar verða nú aldeilis Black Friday tilbúðin. Tölvutekara voru svo að bara, fá ekki allan á 2 sem á að spila bæði fyrir Tindastól og Fylki. Fá ekki allan á 2, sögðu tölvutekararnir. Tölvutek, ei mig veg, tölvutek, aldrei mig veg. Komið með þessa, sem spila við Tindastól og Fylki. Já, þeir kalla það the special relationship. Það er gott þegar. Þarna held ég að Gunnar verður að koma inn. Já. Gunni, Tindastól og Fylki. Já, þeir kalla það. Sverrisson. Já, Sverris. Já. Ég hugsaði Jolli Sverris. Jolli fer aldrei í Árbæinn. Nei, Sverris. Hjálmar 1. Já. Sverris. Það er einn viðkörlugur náungi. Ok. Hinn. Býttu nú við. Tindastól, þetta er eitthvað Þú voru aðeins að hjálpa mig með, ég get alveg fundið einhver á Króksara, Fallegt sítt hár.
Hver með fallegasta síða hárið í fótboltanum? Hvað ekki spilaði Pétur Péturs með Fylki? Hvað á hann kannski bróðir? Já. Hver bróður hans? Já. Já, á hann kannski bróðir? Það góð. Ég man ekkert hverju bróðir Pétur Péturs. Það Bjarki Pétursson. Já, Bjarki Pétursson. Já. Ertu að grína? Auðvitað veistu þetta. Auðvitað vissi ég þetta. Það bara þeir tveir að þeir eru fleiri? Nei, Papp Mamadou Faye náttúrulega kannski þekktastur. Já. Kóngurinn Kick Papp. Já. En Sverris var gott. En Papp, sorry. Já. Sorry Papp. Alltaf leið. Áfram með þáttinn. Gunni Birgis, Pappari. Sorry. Gunni Birgis múin að gleyma. Hann náttúrulega langt síðan hann var þarna. Hann kemur aldrei þarna. Eðlilega ekki. Nei. Sorry Papp. Hvað á Papp marga leiki fyrir? Hann á 20 leiki eða eitthvað. Nei. Gerði frábæra hluti og vakti mikla lukku. Sorry Pappari. Höldum áfram og förum að páranga með Dynout. Já. Afmælisgjafirnar, jólagjafirnar fást hjá Dynout, gjafakortin góðu. Og ef ætlar að panta þér á MAR sjávarréttastaðnum, þá farið á dynout.is. Tommi er búinn að opna geggjaðan stað í hjarta Reykjavíkurs, kynnið ykkur MAR, sem er væntanlega skýrt eftir Grétari Mar, sem auðvitað heillaði okkur á sínum tíma Heldur betur. á Suðurnesjunum, heldur betur. Heyri, Párang, Hjálmar Örn, rauðhærir einstaklingar sem hafa veittir innblástur eða valdelt þig á Fyrirmyndir. Inspirasjón. Er ekki óslega gaman fyrir þig sem rauðhæra mann þegar kemur svona huggulegur rauðhæri maður fram á sjónarsviði eins og Arnar Sveinn Geirsson? Það sjálfsögðu. Þetta liftur öllu leiknum upp. Þetta er alveg fárálega. Það var ógeðslega að finna þegar ég náði svona þegar hann var að koma á B5 alveg undir lokinn á ferlinu mínum að þú veist, þær voru klárar og þetta er svona eitthvað box hjá konum sem það vilja haka. Auðvitað viltu vera einu sinni með rauðhærðum. Þetta grínast. Já. Það ætti að vera þannig. Þetta er eitthvað box. Sko, við höfum þurft að koma í gegnum kannski aðeins erfiðara hluti margir aðrir. Þið vitið það alveg. Þið vitið alveg hvernig það var í 80s, 90s. Sérðu freklunar á mér? Já. Þetta sé þægilegt. Þú fallir ekki alveg undir flokkin Jórar. Næ, ég er freknóttur. Þú ert freknóttur samt. Já, ég er að man of color í mörgum lögum, sko. Já. Bróður mér var stopparinn sinni í London. Já. Þetta er satt, in the 80s. Það var tekinn, snúinn niður. Og hann var lögreglan í Bretlandi. Ég held að hann var í IRA. Já, þú þarf að rauðhærur. Skiljið hvað við? Já, ég skil nákvæmlega hvað við. Ómar Ragnarsson var fyrsti. Já, númer 5, Ómar Ragnarsson. Já, og þannig er ég bara ég ætla að fara með þetta eftir aldri. Já, hann er náttúrulega rauðhár og sköllóttur. Rauðhárur, já, þú veist, hann var með smá hár þarna. Þetta er fyrsti innblásturinn, það er Ómar Ragnarsson, eða fyrsti rauðhæri maðurinn sem sérð sem er að gera eitthvað. Já. Númer 4, svo fer ég í Signy Bonjak og ég veit ekki hvað veist hvað það er. Heldur betur. Hólveri, já. Geggjaður. Hann var Juventus. Geggjaður og Juventus legend. Já. Þú veist ekkert hvað þetta er. Nei, ég hjátt að með sér hann. Klestu við hann er svolítið óvænt og ég er ekki þjóðveri. Ég er ekki með þjóðverum, aldrei með þjóðverum á EM-inu. Matthías Sammer. Já, Matthías Sammer, já. Það hefur verið gaman fyrir að sjá hann. Það grínast, það var geðveikt. Skóls er að sjálfsögur alveg gaman að sjá eitthvað sem var dóminir af boltan. Ég var ekki United-maður. Þetta var gaman, upplifting. Paul Scholes nr. 2, eða? Já, Paul Scholes, þeir eru þarna Signy Bonjak nr. 2. Paul Scholes og Sammer er svona kannski nr. 3. En við skulum nr. 4. Nei. David Caruso, leikari. Já. Vitið hvernig þú veist hvernig, CSI? Já, CSI. Párang virkaði hann að við förum niður, þannig að hann er nr. 2. Já. Það er næst bestur, David Caruso. Ég er satt að fara þessi gleraugun hérna. Já, tók þessi gleraugun. Og hann var líka sex-symbol. Já, algjörlega, elst svakalega. Ok. Svakalega. Ég mæli með að menn googli David Caruso í dag. Þessi ég ætla að segja, þetta er samt ekki, þetta er Párang líka hvað eru haft áhrif á mitt lífi gennum tíðina. Hvað er að gerast núna og hvað ég er að líta upp til og hvað ég þarf til að grípi. Má ekki skoða númer 1. Crowley. Nei. Ég hugsaði bara með mér að það lítur að hans maður. Er það Królarinn? Það er ekki Crowley. Þannig er ég að fara í Adele. Má ég segja hvað? Adele, já. Af hverju? Tottenham. Ég er Tottenham. Rauðhærð. Ég er rauðhærður. Hvaða dag var sonurinn afmæli? Nei. 19. október. Nei. Jú. Hún er saman dag ég, 19. október. Já. Þetta er rosalega. Þetta eru 3 tengingar. Man, I'll find someone like you. Já. Hello er mitt lag. Muni eftir hérna Team America. Norður Kórumannum. Harrow. Það var en allir svona brandarar
Í rusli með þá. Í rusli. Beint í rusli Move on, Hjörvar. Move on, segi ég. Gunnar Birgisson, takk fyrir þitt innlegg í þetta allt saman. Takk fyrir mig. Já, það gott að eiga sér fyrirmyndir og Adel, frábært sjá. Það ekki? Já, en það var líka sterkt. Ég er rosalegur. Ég er rosalegur alltaf að Adel hugsa feminista vingilinn. Ég er rosalegur Adel maður. Já, og Sia líka. Það held ég. Doc og Sony verða með 98 tómu tæki á 750 skall á Black Friday. Það að segja að þetta er tæki sem kostar vannilega tæpar 2 milljónir. Ef þú vilt vera með 98 tómu tæki heima á þér, þá getur þú mætt í Sony. Og ég er mikið að spá að mæta það. Ég reyna að safna. Hvað er 98 tómur? Það er bara næstu í þessi veggur. Það er næstu í þessi veggur? Nei, ekki. Þetta er ekki svo stórt. Þú veist, það er allir konum með 75 heima á sér. Á hverju verður ekki fyrstum með 98? Why not? Ég er með 42. Já. Ertu ennþá með 42? Bara tölvuskjó heima. Heldur betur Ég get ekki sagt að ég njóti fótboltaleikja heima. Nei. Ég horfi. Ég held að sé óvægt að segja það að mann get ekki notið þess. Sko ég var með 42 til mér og Hjörvar kom ekkert heimsótti mín 2000 og hvað var það, 14 eða 15, 16 eða eitthvað og hann var alveg hneykslaður sko. Þá sko. Já, það er óvægt að segja að maður hafi verið svona létt hneykslaður. Herri, hérna það er Alfred Finnbogason, hann hættur. Já, bara þvílíkur ferill og þvílíkur leikmaður og hefur náð að hámarka sinn ferill heldur betur. Hann er náttúrulega svona uník hvað það varðar að hann er náttúrulega ekki í þessum, hann er ekki í U15, hann er ekki í U16, hann er ekki í U17, hann er ekki í U19, hann kemur raun og verið bara inn í þetta U21-lið. Ég er nokkuð vissum að hann eigi ekki leiki fyrir þessi yngri landslið, þannig að hann er svona, má segja einhverju leiti svona ákveðin leitblúmer. Já, hann var samt mjög góður sem úlingur. Ég er alveg sammála því, Akkur er þú sammála, þú sást hann ekkert sem úling? Nei, en maður hefur heyrt og séð, Þetta er að verða svo í heldur spursmálum. Ég hefði ekki að nota sammála þarna, það er alveg rétt. En allavega, ég skil ekki. Maður hefur ekki kannski verið þess heiðursanutandi að fá mikið að tala við hann, en svona blessunulega fekk maður að ræða hans við hann þegar hann var sérfræðingur hjá okkur á RÚV í kringum ég. Og svona hans sýn á fótbolta er mjög skemmtileg, þannig að ég vona að hann haldi sig og ég meina, ekkert vonanlegt að hann mun halda sig náttúrulega. Hann verður inn á fótbolta. Hann er byrjaður náttúrulega. Hann er það greindur. Hann er byrjaður. Það er nefnilega málið sko. Hann er það greindur strákar. Láta að sér kveða sko. Það var náttúrulega rosalegur þarna hjá Heerenveen, fær náttúrulega hann gullskó í Hollandi, skoraði bara í hverjum leik sem hann spilaði á þessum tíma. Ég horfði á hvern einasta Real Sociedad leik held ég hérna og það var mitt versta season bara. Þarna var Real Sociedad að byrja til leiðenda season sitt sko. Já, svona frábær hjá Augsburg. Frábær hjá Augsburg. Bara í raun og veru góðsögn hjá Augsburg. Ég fór að horfa á hann hjá Augsburg, spila mútið Dortmund og hann var bara það heitur á þessum tíma. Hann var búinn að segja mér að hann myndi skora fyrir leik og auðvitað skoraði hann. Ég sá hann spila á Lyngby. Hann hélt lið, eða svona átti stjóra þátti að halda liðinu þarna uppi. En örugglega það sem hann lifir á eða ekkert það sem hann lifir á, er bara stærsta augnablik gildur að vera markið á móti Argentínu. Já, náttúrulega svo sett hann hnífinn í Arsenal. eins og frækt var. Já, heldur betur. En ég er svona samt að það sé kannski ekki. Það var rosalegt þegar að hnífasetti fór allt inn í... Var það eina markið hans með Olympiakos? Nei, þetta er í deild. Þetta eru deildakeppnir eru alltaf í hérna á Wikipedia. Okay. Það er nota menn það. Er þetta ekki alltaf lagið þegar við þökkum fyrir okkur? Jú. Er þetta ekki lagið? Jú. Bara, maður er bara, Já, heldur betur glæsilegu ferill hjá Alfred Finnbogasyni. Það hafi verið gaman að hafa hann aðeins lengur. En hann er ákveðað, þú veist, hann var aldrei meiddur strákur. Ég man eftir að hann var að koma upp hjá okkur í Breiðablik að hann var sendur, eða ekki sendur, hann fór í eitthvað helviti skiptinám til Ítalíu. Og maður bara sá hann hvað hann gat í fótbolta. Maður var svona að því ég kannast nú aðeins við pappans. Ég var svona, hvað er verið að ákveða að fara með hann í eitthvað skiptinám, eitthvað malaböll á Ítalíu. Til að eyðilegja þetta fyrir hann. En það eyðilegja ekki neitt. En eitt sem var með Alfreð, því að hann er svona þessi kynslóð aðeins og undan. Hann var líkanlega engan veginn tilbúin í meistaraflokksfótbolta 18-19 ára gamall. En svo hefur þú séð þessa gutta sem að koma inn á núna? Jú, bara fullorðnir menn. Þeir eru bara, veistu, þarna voru ekki komnir svona langt í ramma og svona. Já, þetta er góð punktur. Þannig að hans ferill varð bara nákvæmlega eins og nátt að verða, sko. Já, ég meina, já, tímabilið þarna 2010 náttúrulega ótrúlegt og
bara stórkostlegu ferill sko, ef út í það farið þú veist, þetta bara algjörlega stórkostlegu ferill Lita nostalgían að sjá Lókerinn 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 nafn íslenskt lið sko. En hann byrjaður að láta sig kveða í Breiðablik, heldur betur, höldum áfram Auður býður núna upp á 8% vexti fyrir fyrirtækin í landinu Dr. Fútból og fyrirtækin í landinu saman í þessu með 8% góðu sko hjá mig when you cook, you cook það eitthvað sem ég, sko, þegar þú kúkar og það þetta innslag sem var á sem hún settir inn á Snapchat Ég er komin aftur á Snapchat það sem að þú ert að horfa á skal ég segja þér silfrið og við slum heyra, þú veist maður í karakter og þetta eitthvað mesta kökk sem ég hef heyrt á æfinni Þetta fyrir mér þetta eitthvað þáttur Arsenal eða? Það sem skjámynd þarna silfrið var á næsta og gæinn þinn velti fyrir sér hvort þetta var eitthvað þáttur Arsenal ég hló svo mikið og alveg svo mínir menn Íti House of Brands Íti mínir menn, Maggi og félag þeir hlóðu svo mikið, þeir sögðu bara og ég fór með gaffali minn upp í Mosó á Gunnarbyrgis og ég tjekkaði stakkanum aðeins inn he's cooked þú veist Þessi brandari, málega það, hann hefur ekki verið sagður Nei Ég testa Never stop cooking Nei, veistu ákveðið að testa hann fyrst og Orra, pappa Snökkvafjallar Ég spurði, hefur hann heyrt það? Heyrt eitthvað mennur að tala að þáttur hann á mándaskvöldu og Rúf Silfri, það veist eitthvað Arsenal Já, ég meina, ég fór með gaffalun líka á Arnarsvein, hann var medium rare bara þannig að ekki gæri maður vil frekar vera þar allavega heldur en að vera irrelevant eins og bæðikalið en þetta er góð brandari Já, maður er oft hlægið en sér hvað ég lóða þarna og þetta var skemmtilegt, skemmtilegt innslag Ertu byrjaðar aftur á Snapchat? Það er allir byrjaðar aftur á Snapchat Það er bara allir konar þangað aftur Við skæðum með mikið views á Snapchat Það er bara rugglið Hvað ertu með á eitt? Má þá fylgja söguna eða er það? Það er bara eitthvað 7000 Það er þannig sem horfa á eitt innslag En af hverju nú fæ ég svona notifications eitthvað fólk sem ég aldrei interaktað við á ævinni Ég fæ svona skilabóðum að þau sé að senda eitthvað í story Af hverju fæ ég ekki frá þér? Við förum með þetta Af hverju fæ ég ekki frá þér? Ég vil bara fá Hjálmar Örn posted Heldur betur Dr. Fútból heldur áfram með Kletti Þeir sem vilja fylgjast með Dr. Fútból rúlla upp einhverju gröfukeppni geta skoða það inn á YouTube og annar staðar þar sem að ég er að kenna undirstöðu atriðin á gröfur það er alltaf gaman að kíkja á gröfurna drengir. Það er gaman að fylgjast með þið Talandi um að grafa Åge Hóræti hann var hjá NRK að ræða eitthvað við Stefán Íversen og eitthvað panel Gunni, ég sendi þetta verkefni á þig og hvað var hann að segja frá í norsku sjónvarpinu? Hverju var hann að segja frá? Þetta er svo sem bara þetta er svona, panel það sem að Stefán Íversen það er svona eitthvað verið að fara yfir hans feril og eitthvað svoleiðis og svo er verið að fara í eitthvað svona hliðasugur og eitthvað því líkt og það berst þarna talið að sé til Rekdal hvort að hann sé mögulegur kandidat í það að vera fyrirþjálfari Rósaborg meðal annars og fleiri liða hvort að hann sé mögulega einhver kandidat til þess að taka við af Ståle Solbakken og reyna svona að virkja eitthvað í þessu norska liði sem hefur verið svona hálf slitrótt í að ná í úrslit undanfarin ár þráttur að vera með frábært lið svo best talið að Åge Hóræti segir að ef að norska knattspyrnusambandið hefur val að þá taka þið líklega Ole Gunnar Solskjær en svo kemur spurning frá einu þáttastunda það hvort að ef að Ole Gunnar Solskjær eða City Rekdal væri ekki klári núna og það þyrfti kannski að gera breytingar núna hvort að Åge Hóræti væri til í að hoppa inn bara strax hann hlær það af sér og þau kræfi hann aftur svar og hann segir að það sé uaktuelt eða bara svona ekki við hæfi að ræða að þetta sé bara ekki svona relevant spurning akkurat núna og að nú sé hann að velta fyrir sér í raun og veru bara hvort hann ætla að halda áfram með Ísland og hvort hann mögulega segi nokk eða hvort að no sé no bara hvort að mögulega sé komið tíma og setja punkt á þjálfaraferil svona gatan hún segir að hann verði ekki áfram gatan talar Arnar Gunnlaugsson og mikið af fólki sem er nálægt Arnar er byrjað að tala hann sem bara að hann sé mögulega að fara að verða landsþjálfari ég hef talað Víkingana
og það auðvitað ekki að ræða af Arnar Gunnlaugsson eða með leyfi frá Víkingunum en við veitum alveg hvernig það game virka samt og borga og þetta verður ekkert ódýrt ég meina, er þetta peningalegs eðlis? Er verið að spara pening með að segja upp Óga? Er hann það dýr að það sé verið að spara pening með að segja honum upp? Af því að nú verðist að vera þannig að allavega með það sem maður heyrir þá sé það þannig að sambandi sé mögulega að spara sér eitthvað pening á því að vera ekki með hann oftar hér og flytja hann ekki fyrir heim og annað svoleiðis sé ykkur í tík alltaf bara ég bara velti því fyrir mér, þú veist, ef að þetta er peningalegs eðlis ertu þá að segja mér að það sé eitthvað ódýrar að borga út Freyr Alexandersson eða Arnar Gunnlaugsson? Ég þekki ekki Hjálmar, hvað er þú? Ég get alveg sagt ykkur eitt, ég var á tenni núna með þér og þar var maður hátt settur innan liðs hérna í fótboltanum og hann sagði við mig, þetta er satt hann sagði að Arnar vill taka landslið eða fara erlendis þannig að það er bara þetta tvennt sem kemur til greina hann er að hætta með Víkingana, sagði hann og ég trú honum, alveg, 100p hann er bara að hætta með Víkingana þannig að hann er sem sagt, hann fara að klára Víkingana svo tekur hann hvort landslið eða þá hann fer erlendis hann er búið með sitt á Íslandi hann er búin að klára Ísland það borðið búið en af hverju hefur maður ekki séð Arnar orðaðan við neitt lið? Eins og hvaða lið? Hann var orðaðið við lið, hann var orðaðið við Hearts þá kominn á bettinglista yfir hann neitaði náttúrulega hvað Norrköping eða hvernig sem það var en þú veist, hvað er spennandi á Norrlöndunum? Er það Brommapöggana eða ég myndi alltaf bara allt á Norrlöndunum mér finnst þetta ekki Tromsø er alltaf mjög spennandi en ég myndi alltaf allt á Norrlöndunum væri spennandi alveg saman hvað það heitir ég myndi ekki að því að glugginn það verður stærra að vera landsliðsþjálfari í Íslands miklu stærra já, ef það er í boði, alveg klárt alveg klárt en ég held að glugginn að fara úr atvinnumannaliði yfir það, ég held bara einhvern veginn að hans ambisjónir væri það að vilja þjálfa day to day sko. Þetta er henda rosa vel að klára Víkingana samt og svo bara fer hann í nýtt starf algjörlega síðasta leikur í DES 19 DES nei, ekki þau fara náttúrulega þá fara það náttúrulega eitthvað inn í februar sko. þess að þeir gera alveg potið sko. Já, þetta verður áhugavert að sjá hvað verður. Hvernig viltu fá sem landsþjálfari, Gunni minn? Ég vil halda Óga Hóræti. Já, ég vil Arnar. Ég myndi elska Arnar, sko. Djúvillari til ég. Ég skil bara ekki okkur við ættum að losa okkur við Óga Hóræti. Ég meina, það er eins og það sé einhver debatt. Ég meina, hvað hefur Óga Hóræti afrekað? Hann hefur gert allt sem að þjálfari getur gert á Norrlöndunum. Já, en það er nú eins og með allt. Aldur kemur að mönnum og kemur tími. Nú er svo lokið. Ok, ég meina, hvað er Sör Alex gamall þegar hann vinnur síðast á titilin? Hver er það, sér? Hvað er Sör Alex gamall þegar hann vinnur síðast á titilin? Hann er 72 ára. Ja, verða 72, hann er afmæli á gamlastag. Hvað er Donald Trump gamall? Hann er 78 ára. Ég held að þessi gæði sé ekkert að fara að brenna í báða enda, sko. Nei, maður sér alveg, og það er alltaf það er þetta að tala um passion og eitthvað svona ég meina, ég er ekki að taka passion ég sé einmitt passion hjá Óga Hóræti ég sé einmitt passion þar en svo þetta er náttúrulega góðu kall og allt það þannig að þú veist, en það koma tímar en ég er en á sama tíma er ég samt svo skal ég hætta tjá mig en á sama tíma þá er ég samt alveg sammála þegar við eigum íslenska þjálfara sem að geta tekið við íslenska landsliðinu að þá eigum við klárlega að horfa í það en þú telur Arnar ekki vera þann mann? Jú, algjörlega, en ég skil bara ekki af hverju þegar við erum með þennan mann, það er ári viðbót eftir af en það er uppsegjanlegt nú já, en hann er samt, ég meina, samningurinn hans nær samt, er það ekki, hann er með ár lengri samning sem er bara með uppsagnar ákvæði núna þangað til 30. nóv en þetta er samt sem að samningur sem hann nær í ár til viðbótar er það ekki rétt skilið þannig? Ég held að það sé þannig sko. og frammiður þetta play-off í það minnsta já, við slum halda áfram Við erum bara þótt að landsliðið vera á fínni vegferð Já Varnarleikurinn ekki á fínni vegferð hins vegar en kannski er líka bara skortur á varnarleikurinn Já, ég held að hafa meira með það að gera Já, ég held að sé alveg að taka undir það líka minnum á það að Bíkó býður fólki í framkvæmdum upp á 30% afslátti í 3 mánuði þegar þú ætlar að taka allt saman í gegn skráir þinn byrjar að taka á því byrjar að taka til hendinni heima fyrir hvernig væri nú að gera það einu sinni að það heimaður taka aðeins til hendinni Heri, það er þetta stríð milli Bayern og Real Madrid sem er svo sem ekki farið fram hjá neinum það er allir þessi leikmenn sem að Real Madrid vilja hirða af tánum á Bayern það eru þetta Jamal Musiala sem er náttúrulega feikilega spennandi leikmann er top 5 mest spennandi leikmann í heiminum? Já
Gönnsen. Engi spurning. Já, ég held að það sé, já. Ok, þeir eru náttúrulega búin að lengi orðað af Alphonso Davies. Já. Taka hann ekki? Jú, ég held að það sé nokkuð örugt. Hann hefur nú svona nánast bara gefið það í skín að hann vilja spila í Real. Já, Musiala er að renna út af kontrakt og það er sama með hérna Alphonso Davies. Joshua Kimmich að miðjuvesen á Real Madrid. Joshua Kimmich til Real Madrid. Já, hann vil prófa eitthvað nýtt. Likely út á því, líkurnar á því, Hjálmar? Ég held að það sé ekki mikla líkur. Ég held ekki. Hann vil klára Kimmich? fyrirlin bara. Já, ég held að verði bara þarna. Það er ekki gerast held ég. Er verið að tala um það? Já. Nei, það held ég ekki. Hann getur stótt að bæði miðun og bakurinn Já, og já. þetta er heldur Nei. valjú í hann. Nei, ok. Ég get eiginlega bara strax garantíð það verður ekki. Hvað er þetta ekki ta líka? Jú, Jonathan Já, Tah. það finnst mér aftur á móti alveg mjög líklegt. Þá vantar Hafsend, það er alveg klárt. Já, Þeir hafa náttúrulega verið að bera víurnar í William Saliba já. en það svona virðist vera eftir að hann skrifaði undir nýjan samning, eða hvort hann hafi skrifaði undir eða sé að Þeir á engan áhuga á Saliba. Jú. Þetta er klúbbur sem ætla sér bara alla leið. við skulum nú hætta þessum fíblalátum. Saliba er náttúrulega einn besti Já, miðvörður hann í hefur heiminum í verið í dag. erfiðleikum á undanförnum, bara eins og liðið. Já, alveg Hefur frá hann verið í síðasta landsleikili. Það Hefur var hann búin að verið- vera í algjöru viss. Bara Hann hefur verið í eins og erfiðleikum. þessi Bournemouth-leikur og Já, en það er hann enda búið að sína fram á það eða þú veist, En ósanginnina í dómgæslunni þar. Florian Wirtz og þeir ætla að taka hann líka af tánum á Real. Eða það er alltaf að vera að tala um að þeir séu að skoða Takka tánum á bæinn. Já, á bæinn segi. Já, vá. Svo er nú eitthvað, já. Já, það finnst mér alveg, það gæti gert sko. 21 ást, þetta er alveg svona. En ég skil alveg ómögulega hvernig leikmenn vilja fara í Real Madrid eins og staðan er eitthvað núna. Já, því ég menna það virðist vera að það er svona eitthvað ójafnvægi í Real Madrid-liðinu. Það er eitthvað sem er Þessi ekki leikmenn getur komið í jafnvægið. Hvar er jafnvægið? Já, Já, en þetta eru samt sem að leikmenn sem að vilja taka svolítið til sín, sko. Þannig að þú getur ekki náttúrulega verið með 11 leikmenn sem ætla allir að taka til sín. Þú þarft líka að vera Þannig með hugsa nú silent flestir. assassin. Þessi kallar hugsa það. Nei, ég meina, við sjáum öll þessi bestu lið, ég meina, Andres Iniesta og þessi leikmenn, þeir geta aðeins verið í skugganum en eru samt sem áður að skila helling til liðsins. Já. Og ég meina þessar sexustöður, ég meina það er ástæða fyrir því að kannski að þessi leikmenn er ekki að hirða Ballon d'Or og eitthvað svona Sergio Busquets, Rodri, já, ég var að fara að segja, Rodri er samt að taka þetta einhvern veginn af því að það var svona einhvern veginn, mér fannst það vera einhvern veginn svona Salomons dómur á þessu einhvern veginn. Þú veist, þetta var svona, mér fannst þetta vera svona svolítið easy way out en líka af því að það var kannski engin annar sem átti eitthvað svona extraordinary ár. Hann átti extraordinary ár. Ég er að segja það, Hjörvar. Ég er að segja að Dani Carvajal myndi aldrei vinna þetta. Nei, takk. Takk samt. Takk samt. Við erum í löðrandi stuði og löður, þeir fóru, þegar ég var búinn að mæta þarna 8 sinnum saman mánuðin, þá spurðu þeir, verðum við ekki hendi áskriftakerfi? Því ég er svona einn af þessum sem ég veit að þú þolir ekki, við sem alltaf þegar bílinn. En hvað gerum við til þessu núna? Nú er -10 úti. Þá þrýfi hann. Já, Ok. Það sá svo, bara þurrka strax. alveg leið. Er með tvistinn kláran leið. Sko. Vaskaskinn. Og veistu hvað ég gerir við rúðunar? Þurrka þær með dagblaðspappirum. Já, gömul dagblöð. Já, það dregur best í sig. Þannig þurrka ég þetta. Þetta er gömul aðferð. Já, þetta er gömul sáni. Þetta er skemmtilegt. Í raun og veru. Hérna, það eru ótrúlega fréttir að bera frá Norðurlöndunum. Já. Hjálmar, þú talar að þú er áhugjur á Arsenal-liðinu fyrir tímabilið. Og það er svolítið að rætast. Og bara, og hvað það er, en sko máli er þetta, nýjasta nýtt í þessu öllu saman, er Emirates völlurinn. Þeir voru að fara þarna, það eru 18 ár síðan og þeir veit ekki hvort þeir ætla að stækka hann upp, grafa hann niður, en svo er einhver innan Korangifjölskylduna sem segir bara, heyrðu, getum við byggt nýjan? Já, þetta er náttúrulega eitthvað algjört klúður, sko. Þetta er rétt, sko. Klúður, hefur þú farið á hana völl? Já, hvað á að gera? Ég hef verið að away end með Tottenham aðdándum á móti Arsenal. Ég hef farið á hana völl. Hvað er þetta að gera? Já, þetta er flottur völlur. Það er engin nefnst það. Flottur völlur, en hann er ekki að generata þá peninga sem að svona þessi samkeppnishefur. Er ekki skuldastaðan Arsenal einmitt bara eins og besta af þessum top 6 liðum? Já, þeir væri ekki að ræða þessi vallamál núna. Hvert vilt þú sjá völlin fara? Nú þegar að Etihad er núna líka að taka fram yfir Arsenal. Ég skil ekki alveg, hvað er umræða núna? Arsenal með fæstu árunna á þessum liðum. Tottenham með fleiri, Liverpool kom með fleiri, Manchester City fleiri á vellinum, meira geit, meiri peningar. Þetta er allt stærri vellir.
Já, þeir þurfa fleiri á völlin. Þeir að reyna að finna leiði til að stækka hann eða byggja nýjan. En þetta eins og hvað vilt þú Og gera? hvað, er það vesen eða? Hvað vilt þú gera? Nei, það auðvitað vissir á að byggja nýjan völl. Já, bara, þú veist, stakka völlin, dýfkan eða eitthvað, ég veit það ekki. Já, þetta samt Mér bara gæti ekki verið meira saman, sko. Umræðan er það Ok, hún hefur alltaf farið fram með mér. Nei, það sem ég ætlaði að segja Hefur ekki fylgst með þessu? Það var Google Emirates völlin fyrir okkur. en það sem ég ætlaði að segja. Ég held að Gunni var inni í þessu En það er 18 ár síðan völlur var byggð. Þetta er svona eins og þeir hafi ekki alveg hugsað þetta til enda, sko. Já, fara í news. Hérna, já, þetta Hugsa þetta til enda, já, af því að það er svo frábært að leigja vellina sína út til einhverja NFL-liða sem að koma og tæta grassið og Það er þetta skipt það er alveg geðveikt. fært grassið. Já, ég veit það, ég sé það. Það er eins og ég segi, þeir eru á vonast til að geta stækkað þetta upp í 80.000 manns. Þetta er svolítið Sérðu, Gunners fans are a little bit envious of rivals of Tottenham and their new Tottenham Hotspur Stadium, which has a capacity of 62,850 and plenty of hospitality facilities. Ég er sætt. Enskan helviti góð. Ég var ekki alveg, þetta var skjárin blíka svolítið. Þetta er náttúrulega svolítið takt ríma við það sem þú talar fyrir mót, Hjálmar. Þú hafði verulega ráðgjur að þessu. Svo tapast 4-5 leikir og Gunni bara hættur að fylgjast með fréttunum. Öðruvísi með, því að þú vissir ekki af þessu vesinni. Þetta er ekki, hvað er vesinið? Ég samt tengi við þetta. Hvað er vesinið? Ítlan gengur, þá færðu að hætta að lesa. Við erum með 60.000 manna völl sem er sold out week in, week out. Já, og við viljum fá fleiri. Er það vesen? Því það er ekki einmitt velgengni. Það stóð þarna samkvæmt tbrfootball.com að Arsenal fans are envious ef þú hlustaðir á Hjálmar á. Við erum allavega ekki envious hvar þeir eru akkurat núna í lífinu. Það er nú bara tíma. Þið eru þið ekki tablis í Európu? Nei. Nei, reynda ekki alltaf þessar ekki. Það er bara United og Liverpool. Sorry. Chelsea. Sorry. Og nálægt í. Sorry með þetta. Ekki ætlunin að særa. Var svo sannarlega ekki Tort slísabætur með Dr. Fútból. Ef þú meðist í vinnu. Tort slísabætur. Og allur sápakki. Já, Hjálmar, fólki heima sér ekki skjáin, þannig að Nei, ég veit það, ég er bara að lesa. Ég á bara að sjá þetta núna, 1 sigur og Tottenham komið yfir Arsenal. Það er endurkoma Dog Zone á laugardaginn klukkan 3 á laugardag. Allir þessi leikir, allt þetta fjör Dog Zone í beinni á YouTube með Epic, þar sem 20 verða 50 með Dog. Minnum að sjálfsögðu á þetta, þið sem eru að vakna kannski þunnir, farið í Dr. Fútból sloppin, komið ykkur vel fyrir framann og opniði Túborg og njótiði lífsins og horfið á Dog Zone. Já, sendi okkur mynd líka, er ekki gaman að fá það? Já. Men sendi okkur mynd í slopnum. Heldur betur verða minna á Dog Zone, það verður alltaf á lögutum nema þeirra landsleikja og FA Cup. Var þetta lengsta landsleikja hlið sem ég upplifað? Var svo þreitt? Það er ekki fótbolta að finna sögur á þessu landsleikja. Það var allt og mikið, maður. Ég er svona kamilum, þannig að ég get alveg horta á bara það sem er í gangi og það var nóg af, þú veist, það er búið að vera blag og það er búið að vera smá körubolti og það er alltaf eitthvað í gangi. Já, það var, og Rory vann og svo var það voru fyrstu heimsbyggamótin í skíðaskotum við voru síðustu helgi. Eins og þú sagði líka við mig á Messenger, ég er nú bara pínu gladur þessi komið landsleiki helgi eftir jafntefli mútið Chelsea. Hjóra minn, ég er pínu gladur. Nei, ég er framistöðu kall og svo framistöða var nóg til þess að vinna, þannig að ég bjóst ekki við að fá þessi skilabóð frá Gunnari Birgissyni. Ég er bara pínu gladur að það sé komið landsleiki helgi. Þú ert svo bilaður. Mann er brá, ég skal viðurkenna það. Besta deildin með Steipustöðinni. Steipustöðin, sterkari lausnir og svo kjarnafæði. Auðvitað förum við í kjarnafæði vestlum, þar hangikjötið, svínakjötið, lambakjötið og hrossakjötið. Það er allir sem er hrossakjöt, ég veit það ekki. Ég þarf að heyra í mínum mönnum fyrir norðan, en þeir sjáum jólin fyrir okkur. Drengir, það er nóg að vera í Ég er svolítið í Sviðarsvöldanum núna. Já, ég veit allt það. Það er keto. Ég veit það. Það er íslenski boltinn. Hvaða leikmann voru Blikarnir að kaupa, Gunnar Birgisson? Þeir eru að taka Ágúst Orra aftur frá Ítalíu. Þetta er strákur sem eru uppalinn í Breiðablik. Mjög öflugur, getur spilað framalega á vellinum. Var eitthvað notaður líka á miðjunni síðast þegar hann var í Breiðablik, en það er snöggur útsjónum sem er góður að klára færi og verður væntanlega
svona svolítið í allinunni hjá Breiðablik á sérstaklega undirbúinistímabilinu og ef hann tekur það vel að þá getur þetta verið leikmaður sem að nýtist Breiðablik mjög mikið. Já, ég nú meira að tala Ólaf Vall sem að ganga til liðs við frá Stjörnunni. Það verði bara við, þetta hafði ég ekki heyrt og ef þetta staðan þá þetta náttúrulega bara mikil styrking fyrir Breiðablik. Þetta náttúrulega... Er þetta Alfred Finnbogason í væskátt að sækja leikmannin eða þetta eitthvað sem hafi verið á radarnum hjá okkur Blikum? Aftur, ég sátu bara fótbolti.net. Þetta var ég kannski bjóst ekki við því að Óli Valur hann uppalinn stjörnumaður fyrir utan, hann nú altnesingur í grunninn eða ekki? Jú. Já. Að hann væri að koma í Breiðablik, hann alltaf fór hann út til Svíþjóðar. Svo hann að koma heim, átti flott tímabil með 5 mörk í 17 leikjum fyrir Stjörnuna og þetta náttúrulega leikmaður sem bara ógnvænlega snöggur og getur leyst þessa stöður út á væng. Hjálmar, þú veist með fréttir úr Árbænum? Nei, það ekkert að gera. Það bara ekkert að gera. Það því miður, en við væntanlega setjum stefnuna á beinaleið upp. Ég var reyndar að samþykkja bingo fyrir Fylki nú 30. desember. Já. Það sennilega stæðstu fréttinar. Það var náttúrulega komin tekjur þar. Hvað gerur þegar mætir eitthvað sem þú veist að kannski eitthvað svona aðeins eftir og kemur með ekki alveg búin að fylla spjaldið? Hann segir bingo, mætir upp á svið. Ég lendi í þessu einustu bingoði. Og hvað gerur? Ég segi, munnaði bara 3, eitthvað svona sko. Næstmeistari. Er einhver að koma með þetta 3 tölur? Við vorum 8 á 1 að mikið útlendingum hafa aldrei spilað bingo. Íslendingar eru bingo sjúkir. Það mjög mikið, maður segir, við ætlum að spila B, we're gonna play B. Svo kemur bara 1 og það eintala komin og hann kemur bingo. Ég stýrði einhvern tíðan svona páskabingo og það mætti eitt sem var ekki alveg með alla ennröðuna og ég sá það og ég sagði, þetta passa allt hérna, gjöru svo vel og leta að því að góð manneskja. Já. Að styðja við svindl? Nei, ég vildi ekki senda strágreið aftur baka vantar hérna enn eitthvað. En oft getur það verified bingostjóri, það getur ekki gert þetta. Það getur ekki verið Nei, enda hef ég ekki verið fenginn aftur. Það nú bara heila málið í. Það ekki treyttar en að spila allt spjaldið. Þú spila aldrei allt spjaldið. Það rugl, þú gerir það aldrei. Nei, enda var það bara enn. Já, enn Hyper Turbo, ég kalla það Hyper Turbo. Ok. 25% afsláttur. Át af, það mitt sniðut. Segðu mér hérna, Gunni, eitthvað meira fréttur úr íslensk fótbolta? Nei, jú, það hellingur að gerast. Ég menna Jökull og Axel þeir hafa svona svolítið verið að stela fyrirsögnum bræðurnir úr Mosfellsbænum. Það er verið að bera írnar í þar víða. Það eru einhverjar tengingar út til Bandaríkjanna hjá eldri bróðurnir, hjá Axel þar að segja. Og það eru einhverjar viðræður að eiga sér stað þar. En það eru stutt komnar. Afturhalding búin að leggja bara spilin svolítið á borðið og segja að þetta eru peningarnir sem við eigum? Nei, meira bara að þetta er það sem við erum tilbúin að gera til að fá okkur. Hvernig myndi þið fíla það ef ég fengi þetta Ponsu til að fara að trash-talka þessar bræður sem myndi enda í boxbardaga milli Tetta Ponsu og Andrés Guðmundssonar? Ég myndi borga svo mikið inn á það. Þetta er þetta. Þú myndir borga svona 80 skall fyrir að vera floor seat set. En Ponsan þarf að dansa alveg að það byrjun. En leið og Andrés nær einu högg. Já, leið og Andrés er að tengja Ponsan er dauð þó. Leið og Andrés er að tengja einn haymaker að þá er Ponsan í gólfinu En ef þetta fyrir 3 lútur þá er að því að Ponsan er á stigavélin allar dag. Andrés þarf bara 1 lútur. Það er bara 1 högg. Hann þarf bara ná högginu. Hann þarf þetta drauma högg. Eitthvað meira? Eyþór Völler er á öllu líkindum að fara að rifta við káringana. Eyþór Völler er líka að fara að gefa út jólalag sem kemur út á þriðjudaginn næstu viku og ég er búin að heyra þau. Þetta eru 3 jólalag. Það er nú ekki oft sem að menn byrja í jólalagabransanum og koma með 3 jólalag. Þau eru eiginlega hvert annað betra. Hann fær sko Karlakór Kjalnesinga til þess að syngja með honum 1 lagið og það er stórkostlegt lag. Hann er alveg magnað. Er að fara að fókusa bara á þetta. Margir öflugir fótboltamenn sem er að fara í tónlistina eins og Luigi, þú veist þessi nýja plata hjá Luigi er rugluð. Já, ok. Hættu að leika með mig leika með mig Sko, máli er eitt og settu virðingu á nafnið. Það er geðveikt. Nokkri titlar og lag ársins. Það er góð regla að því að konur hlusta ekki mikið á dótturfútból. Það eru ófáar. Sko það eru margar samt. Það eru margar, já. Og hafa aukist eftir ég kom held ég. Mál er það.
ljúið að konur ykkar að það sé ákveðin jólahefð á ykkar heimili að hlusta á Helgari jól eftir Kristján Jóhannsson á aðfangadag og öll platan svona og það bara búið að kaupa þetta heima á mér þetta sé einhver jólahefð og eiginlega allar Kristján Jóhannsson jólaplötur spilurinu á ég alveg og þetta bara eina af þessum jólahefðum sem fjórði tenórinn meira já, ég meina, og það verður fróðlegt að sjá hvert Eyþór Völur fer það er náttúrulega eflaust mörg lið sem að geta nýtt sér hans hraða og styrk og kraft meira nei, svona ekki í fljótu bræði það er náttúrulega eru þessar heimkomur sem að er vitað ég meina Valgeir Valgeirsson hvað endar hann og það verður svona fróðlegt að sjá hvernig þróast ég meina Damir, það er svo sem ekkert komin eitt staðfest í hans málum en mér skilst að viðræður séu komnar vel á veg og þetta sé bara allt saman að gerast þannig þetta er allt í raun og veru klárt árum fyrir með enska boltan þá verð ég að ræða eitt ykkur okay. Hörður Snafa Jónsson er tekið með Dalvíkurlið heyrðu það er reynda geggja sko. Höddi, þetta er þriðji blaðamaðurinn sem fer úr blaðamennsku verið í þjálfun á síðust árum fyrst var Óskar. Svo var það Maggi.net og svo sagði Dalvíkingarnir þetta hefur virkað ágætlega Höddi, kotið hann inn með Höddi hefur allt til að vera þessi þjálfari sko. Heldur betur hann er með röddin einhvern veginn, hann er með hæðina og attitúti sko. já, eins og sé þetta Gunni, þú er ekki samanur hann er að fara þetta er fútbolmanager ráðning þetta er, ég meina Höddi hefur pottet bæði spilað og þekki leikinn horfir náttúrulega á allt hann mun gefa sallan í þetta og þekkir líka, ég held að þetta sé svolítið vanmetið þekkir líka bara íslenska markaðin djúpur í honum, þekkir íslenska leikmenn og þetta er það sem hefur hjálpað bæði Magga og Óskar á sínu þjálfarferðlum það er að þekkja geimið svolítið hann veit hvað hann á að sækja leikmenn hann veit hverjir eru góðir, hann veit öfluga árganga og svo hringir bara í Kél og hann segir síðan Breka áttunara í Stjörnunni minnst það kantur getur spila hægra megin og bakur getur spila bámegin þetta er sem Nelson Semedo þetta er sem Nelson Semedo allt í hennu verða bara komið og þeir eru allir mættir á Dalvík bestu kveður til Hödda ég vona hún gangi vel en það er góða manneskinn í mér ég veit að þið eru ekki sammála mér en ég vil hún gangi vel þið sammála mér? Sjálfs erum við sammála hvað villis er þetta? Höddi ég er mjög hrifnaður þetta er skemmtilegt þetta fær líka varum fullt af liði líka sem hún hate-watcha að Dalvík já og það er stuðan okkar ekki tíðina sko. öllum fullunum góð það er bara þannig veit að Bullis Media þeir munu hate-watcha hvern einasta Dalvíkuleik en við förum í enska boltan með flísabúðinni flís ásins í fyrra í ár var valin í ár og já það var mikið dýrðir og frábær stemning upp á Höfða en til að kynna einhver flísarnar þar að flísa er frábær iðja jólin segi ég stundum þá tek ég átt baðherbyrgin í gegn meðan að konan fer út í búð og skila flottu baðherbyrgi þegar hún kemur tilbaka Þetta er ekkert mál Nei, þetta er miklu minna flókið en menn halda sko Það er hellingur í gangi stórleikurinn er leikur Spurs og Manchester City þetta er staðurinn þar sem Manchester City City Spurs Er það City? Já, þetta er City Spurs Já, þannig að þið er ekki séns Nei, ég er alveg, mér finnst það svona leitt að koma inn og landsleiki helgi, svona langri og einhvern veginn lenda í þessum leik Já, þú hefur valið einhvern annan Já Við erum að sjá að the return of common sense í heiminum bara núna má bara segja hlutin eins og þeir eru heiminum að verða í lagi bara einhvern veginn að verða the return of common sense eins og ég kalla það sko, þetta banna á Bentancur 7 leikir yfir, þetta er náttúrulega innanhúsvandamál sko, og Son segist elska Bentancur við erum náttúrulega búin að ræða þessu ummæli þetta er náttúrulega hundlegilegt og allt það ég hef ekkert einn haldið að þetta er eitthvað svona kiss og make-up milli þeirra tveggja sem er löngu búið en þetta snýst eitthvað að setja eitthvað fordæmi og svo verði að, ég meina það má færa áblega endalust af ástæðan fyrir þessu banni ég held bara að er ekki til neitt lengur í þessu lífi strókar, þið úthljáðu þetta ykkur á milli og bara þetta var eiginlega ekta þannig dæmi
Þetta bara algjörlega ekta þannig tema segja þetta eitthvað við hann í ykkur Instagram posti eða hvað það var sko svo bara búið, svo ringir að bara hei, hvað það að gera? Já, sorry, mestari, tekið út, búið Þetta var hann að viðtal með heima hjá hann Úrugvæ, eitthvað svona bara herði, þetta er bara búið Það var eins klaufar þetta verður sorry, ég átta mig á þessu núna, búið 7 leikir Gunnar, eitthvað hefði nú heyrst í Arsenal kórnum einhver hefði fengið 7 leiki fyrir þetta Er það grínast eða? Manni flegt út af hjá okkur hver einustu umferð sko. En Brent Bard forðast eldin og við skulum vona að hann gerir þetta ekki aftur Já, Brent Bard forðast Já, hann er búin að læra af þessu Hann er búin að læra af þessu öllu saman Ég meina það er alls konar vesen samt á Manchester City Ég lagði það til að þeir myndu losa Ederson eftir síðast tímabil, þeir hlustuðu ekki Við erum að horfa á þetta nýja tímabil rúla af stað Grealish, Silva, Gundogan hvað ég segi, Grealish, Foden, Bernardo Silva, Gundogan samanlagt nada, 0 mörg nada Foden reyndar sko hvenær byrjar hann að spila í 8. eða 9. fyrir eitthvað líka sko en það er sama, þvæla, sko. nada ekkert, ekki neitt sko Pep hins vegar er búin að framlengja haldið hann hafa verið með relegation release klásu í samningnum Já Heldur það? Já, það held ég Ég held að þetta sé orðið það stórt sitt í hjarta á þessum manni að hann myndi fara með þeim niður ef það gerist Hann hefur sagt það Hann hefur sagt að eða fara niður eða fara niður þessu tild ég verð áfram þannig að það er alveg, hann geti alveg staðið við það Já, hann er það klikkað hann gæti alveg tekið alveg 2 deildir og síðan bara En þessi Simpson Pusey líka í miðvörunum hjá Manchester City það er nú, ég veit ekki mögulega verður hann góður einn daginn en slá nokkra varnagla Nei, bara þótt hann vera mjög slagur í þeim leikin sem ég séð hjá Hraunaða þau vera Nei, það er nú ekki kannski minn stíl Topplið í deildinni er Liverpool og þeir eru að fara að mæta Southampton Þægilegt Sko, hvað myndu við gera? Sko, náttúrulega við vorum að tala allt datt með Arsenal í fyrra og sem næði þeim í silfrið svona meðsli og annað Þeir voru að fá heldur betur lukkupottin Liverpool Aaron Ramsdale er meiddur og Jan Bednarek sömu leiðis þannig að frábæra fréttir fyrir rauða herinn ef Alisson Becker er heill ef hann er heill hvað gerir með markmannsmálin? Beint í markið Beint í markið með hann og bara stinga Guðmar Heiðars í bakið heldur að Arne Slott hafi geti tekið það símtal í Guðmar Heiðars getur hann tekið það símtal? Já, ég hugsa það ég hugsa að Alisson er ennþá einn af 5 bestu markmönnum í heimi hugsa ég Klopp broke it Slott will fix it hvernig lagaði hann Liverpool? Akkur eru þið betri núna? Sko, þannig að við erum átt okkur samt á því það er 11 umferð Já, það er 11 Við erum að særa okkur niður að þeir séu eitthvað betri Slott fixed it Já, en þeir eru ekkit eitthvað finnst púlurum Liverpool vera miklu betri núna heldur en voru með Klopp Nei, ég held að það hafa komið inn leikir þar sem þeir hafa verið virkilega öflugir það er þessi 3-0 leikur á móti Bournemouth sem að mér fannst öflugur fínir á móti Chelsea fyrri hálfleikurinn á móti Brighton er náttúrulega hörmung en þeir snúa honum við í seinni hálfleik á móti Arsenal karakter fínir þar og svo sumulega sem móti Aston Villa sko Leverkusen náttúrulega líka Leverkusen frábær en ég held að svona þetta færi svolítið að nú fer þú veist ég er svo sem ekkert eitthvað á því eitthvað nú fyrir testið að koma eða eitthvað svoleiðis en ég held að það mun allavega reyna töluvert meira á þá núna í næstu leikjum þessi desember törn hjá það verður mjög töff Muni sáu þið sveppa ég er tilbúin að taka slægin með þá allavega þangað til að þessi desember törn kemur Sáu þið sveppa síðasta föstudag hann fór á kostum það ég hef aldrei leið svona mikið en ef einhver var að segja leiðilega sögu þá gerir hann alltaf svona og tók menn algjörlega þetta hérna uppi höldum áfram Arsenal mætir spútningliði Nottingham Forest það var svo sem ekkert að ræða vandræða Arsenal eitthvað frekar undir lok áður en að við fórum í þetta landsleikja Þeir eru að kóðuna fyrr heldur en að gert hingað til það voru einhverju grínar að segja að kaupin á Raheem Sterling væri meiri óþarfi en geð í lasagna Já sko eða væri meiri óþarfi en nýtt ljósakort handa alla við þeirri bjössi
Já. Þú veist, þetta var, Já. er þetta mestu óþarfa Nei, veistu hvað stóru böks sem Já. við höfum séð fara með til félag? Stóru bucks, hvað mennur? Þeir eru náttúrulega tóku við helmingnum á laununum hans. Nei, þeir tóku heldur við 40, ég held að Chelsea borgi ennþá 60% af launum. Þú veist hvað ég á við. Þetta er bara klink. Þetta var óþarfi. Sko, ég bara, ég næsat ekki okkur, hann er ekki að nota hann. Ég skil það ekki, eins og þessi Chelsea-leik. Ég skil ekki, og hann var fyrst líka maður sem tók út af móti hérna Bournemouth, þeir voru einu undir. Þeir voru konur lent undir, það var algjör óþarfi, hann var langhættulegasta maðurinn. Það er svona... Segur það svo sorgarsögu, Gunni. Hvað er í gangi? Við hefði allir velti fyrir sér hvað er í gangi. Já, er það? Segur frá því. Nei, hann hefur bara ekki alveg fundið rytman, þú veist, ég er alveg sammála. Það er þannig að finnur einhver rytma, þannig að það er ekki að spila. Ég bara, einhverju leiti geti verið sammálaði, en hann, alveg klárt að hann ætlar að reiða sig svolítið á þessa hesta sem hann þekkir, sem er til dæmis Leandro Trossard og hérna... Hann haltraði út á við sísta leik. Hann mun vendilega ekki spila. Martinelli, sorry, hann skoraði á móti Chelsea, en Martinelli er ekki betri heldur en Sterling, sko. Jú. Martinelli, það var eins og eitt sagði, býtu, það var eins og eitt sagði, Edu hérna sem að sér knattspyrnumónin, hann sagði, hann er snillingur, Edu er snillingur, hann kaupir Martinelli og 6 milljónir punda, hann er akkurat 6 milljónir punda fyrir þetta. Já, ég alveg tala, hann er svona 106 milljónir. Nei, jésus. Er það ekki að grínast núna? Martinelli sé svona, ég er ekki að grínast, Martinelli hann er slakasti leikmaður Arsenal. Nei. Hvað séu, Lisa Manelli? Herðu, höldum áfram, ekki öll vitlesan eins lagning og doktorfútból. Ert þú sammálað þessu hjá honum eða? Ég hef svo Þannig að séð það voðalega breytist líka, lítið frá honum. eðlilega breytist líka allt þegar Martin Ødegaard kemur inn. Martin Ødegaard hefur verið besti leikmaður þessa liðs undanfarin ár. Sjáum til. Eðlilega breytist eitthvað þegar hann kemur inn á. Við sáum það bara strax í Chelsea-leiknum þar sem hann var að spila, 60-70%. Sjáum til, það verður áhugavert að fylgjast með honum Normaðurinn. Þoli ekki svona vitleysu. Ég er með smá gjöf handa þér. Hann Örvar í Addas vildi gefa þér peysu. Já, þessi er endar geðveik. Hérna er peysa handa þér, Gunni minn. Holy hell. Þessi er rosalegt. Þetta er retro, já. Þetta er retro. Þetta er geðveikt, sko. Og hún tekið væntu þig. Vá. Hann sagði að þetta verið góð manneskja. Þetta var sniðþjóður, dempaðins. Aðeins að gera hann kátan. Stundum með Maril, ég ger þetta oft með hann. Já. Þá gef ég honum eitthvað. Þegar ég er búin að vera aðeins að berja honum, þá fer ég og gefa honum eitthvað. Dempa. Og fóku bræður ef á eftir. Heitir ef. Já. Ekki. Fákur heitir ef saman. Nóa massi og þrist og smá banana. Nei. Kókosbólu. Dóttarfútból heldur áfram með lagningu að sjálfsögðu. Hjálmar, þú sagðir á Facebook-síðunni að þú ættir von á veislu í Ipswich helgina þegar Ruben Amorim mætir með Manchester United liðið sitt. Já, það sýndi svona heldur betur að Ipswich eru klókir. Já. Tóku Tottenham í lokaleiknum fyrir þannig að ég var að segja alveg sér að ég varðið ykkur. Það er alveg hræðilegt að þurfa að byrja með Ipswich útivelli. Það getur verið erfitt. Sá leikur klukkan 16:30. Það er aðaleikur helgina. Já. Haldið því. Já. Þetta er super sunnudagur Ipswich Manchester United og verður gaman að fylgjast með þeim leik. Kannski Heldur eitthvað breytist? Ekki strax. Nei. Ekki strax. Patience, my friend, segir stundum. Ten Hag, fekk hann patience? Já, hann fekk 2 titla, þá er ég sáttur. Ég er bikarafíblin, við erum þannig. Auðun Blöndal er ekki sáttur. Auðun Blöndal er ekki sáttur. Auðun Blöndal er yndisleg manneskja, en fótboltinn, ég veit ekki með hann. Hvað ert að segja? Hann er yndisleg manneskja, sagði. Já. En sagðir að þú vissir ekki með hann? Ég veit ekki alveg með fótboltann, sagði ég. Það finnst mér mjög skrítin ummæli. Ég er byggarkall. Heldur með Tottenham og Fylki. Ég er byggarkall. Heldur. Ef að Crystal Palace tapar fyrir Villa helgina, sem við gerum ráð fyrir, þarf þessi Glasner eitthvað að vera hræddur eða? Sko, þetta er ég sagði þetta síðast þegar ég var hérna. Þetta er rosalega skrítið þetta Glasner dæmi. Hvernig hann endaði tímabilið og hvernig er núna? Ekki gróðu að koma á vart. Palace vinnur 2-1. Ok. Ekki grátt að koma á vart. Það er svo ekta leikur fyrir Aston Villa. Komum til landsleikjafrí, sáu leikina móti Belgónum þarna, þeir voru að spila móti í Evrópudeildina á 15. kvöldinu rétt fyrir landsleikjafrí. Það var Evrópuleikur, þau töpuðu 1-0. Það var Club Brugge, eða ekki? Jú, hérna? Já. Þeir voru rosalega þreyttir. Þeir eru rosalega þreyttir. Það er mjög áhugavert samt að sko Crystal Palace
Já, að Crystal Palace eru ekki samkvæmt ofurtölvunni þá eru þeir ekki taldir líklegir til þess að falla þú veist, þannig að þeir eru ekkert einu svona inn í þeirri umræðu Southampton, mjög líklegir Everton, temmilega líklegir Wolves, Leicester, Ipswich bara átt að verða þeirra á milli en Southampton eru eiginlega garantít að falla Við slum tippa á þetta allt saman 5% Strákar, bara ég spyrja einn spurning bara vitið þið hvað eru margir þjálfarar í ensku úrvalsdeildinni sem voru markmenn? Lopetegi Já, rétt Lopetegi og Flestir eru miðjumenn sem eru þjálfari í ensku úrvalsdeildinni Flestir miðjumenn Þetta núna Já, núna, sem eru núna þjálfari í ensku úrvalsdeildinni Lopetegi, það er ég Lopetegi Og svo einn á topp 5 Já, auðvitað, já, Espirito Santo Rétt. Já, Helst að merkja til að skoða þetta. Já, heldur betur Markmenn fá líka tækifæri og það er skemmtilegt Við skulum tippa á þetta allt saman Já, tökum keppni Ok, keppni milli Gunnar Giskar og Hjamma Já, Jói Úteri, núna í Smáralind Jói Úteri, Vitti, kvatti í gær og það fjallu tár í ármúlanum Vitti er að fara að gera eitthvað annað já Drengir, Gunni, þú byrjar og svo tekur Hjálmar við Leicester Chelsea Gunnar byrjar 1-3 Chelsea Já, það er 0-3 Bournemouth Brighton 2-2 Já, ég ætlaði að reynda að segja það en ég ætla að segja þá Bournemouth vinnur þetta 2-1 Arsenal Nottingham Forest Gunni byrjar Snöggir 4-0 Arsenal 1-1 Vá, vandamannin halda áfram Aston Villa Crystal Palace Aston Villa Crystal Sjáum bara Palace hvernig það fer 2-0 Crystal Palace Nei, 2-0 Aston Villa segi ég Já, 1-2 Crystal Palace Everton Brentford 1-0 Brentford 1-1 Fulham Wolves Þetta er 0-0 leikur Nei, Jú þetta er Wolves 2-0 Fyrir Wolves Wolves Er það eitthvað að grínast það? Já, ok Miklu betra lið Ok Leifur og Primavera verður ánæði núna Já Manchester City Tottenham Gunni 3-2 Manchester City Ég ætla að fara í 1-1 1-1 á Liverpool meistarar í november Southampton Liverpool Gunni Southampton Bananahýði 1-2 Liverpool Engin Ramstil í markinu Nei, Southampton skora aldrei 0-2 Já Ipswich Manchester United Gunni Fín byrjun í Amarim 1-1 Ég ætla að segja það sama Strákar Ég er skítræddur við þetta hýði Ipswich er hýði Við erum farlir Klippum aðeins OK 1-2 og Ok, við erum farlir svo Munið það Þú veist að þetta eru sömu leikmenn Hann tekur ekki við og fær svo 11 nýja leikmenn Ertu búin að sjá klipputuna með svo mánt núna? Já, hann er alltaf að kalla Mace Já, Mace Good job Mace Hann er vist búin að vera Mace og Mount og Kobi Mainu Hann er búin að vera, þeir eru hans menn greinilega Drill Já. En ég held nú að Erik Ten Hag hafi líka verið að drill Já, enda skýraði titlum eins og við erum margótt búið að fara við það Ég nenni ekki að ræða þess að titla en þá meira Ég segi bara, hlustaðu Blöndal Já, Einn leikur eftir þegar kemur að skemmtefni þá heyri í Auðunni Blöndal Það er einn leikur eftir Eitt leikur, já, mánudaginn Siggi Rilli Sörensen verður brjálaður Þetta er Siggi Sören á móti Tómas Stendors Já, Newcastle Vestam, fyrirgjöðu 3-0 Nei, Newcastle Þetta er 1-0, Vestan kennst yfir og Newcastle jafnar 1-1 Já 1-1, alltaf ég segja 1-1 Höldum ára Það blikar Einar á eru vinnarar í byggingabransan og það þarf bæði vinnara og lúsera í þessu lífi það er ábúinlega einhverju lúserar í þessum bransa sem Einar á er í það er byggingabransin góði Drákar, ég við vinnara handa mér Sko ég ætla að fá að byrja á Jakobi Birgis þetta skitt hjá honum í þegar hann tekur þríeikið það er bara eitt að finnast sem ég heyrt í komið gott podcastinu Já, með Sigmund Davíð þannig að krótaði yfir andlitin á einhverjum í verkmyndaskólanum á Akureyri og hent út reikinu skólanum Sástu það ekki? Núna, ok Hann var einhverju bæklinga frá fólki fólksins og hann var að fara að halda eitthvað fyrirlestur hérna og hann var að gera skegg á þau og svona og hent út mjög stafindi Það finnst það nú ekki faglegt Nei, hann var að leika sig að króta þessi Það er bara gamalt að gott grín Ég er gaman að gömlu góðu grín Það er bara eignarspjöld Ef við setjum hana 3
Og við hefum verið með myndir af hverju fólki, hefðu ekki alltaf verið að gróta? Og alltaf verið að gróta, þetta ógeðslega fyndið og ég verið að hrósa honum fyrir þetta. Náttúrulega Framsókn væntanlega, fylgi þeirra væntanlega verður væntanlega í skötulíki þetta árið Gunnari Birgissyni og félugum. Það ekki? Simmið. Nei, ég var svona það. Þetta er ekki hálfbúðið fólki sem að skila sér alltaf á kjörstað og hefur kannski ekki hæst. Nei, hefur ekki hæst. Það eru margir sem vilja hafa hátt. Oft er það þeir sem að vita minnst. Er einhver fleiri vinnirar úr þessari viku drengirnir mínir? Ég ætla að segja Andri Ólafsson sé vinnir, hann náttúrulega með Kanan sem nýju þættir, ég hlakka til að sjá þá. Kanin. Ég valdi nú Auðun Blöndal sigurvegara áður en að þættirnir fóru í sýningu bannað að hlæja. Ég ætla að gera það aftur eftir að hafa séð þetta. Hann er vinnir 2 vikur í röð, það er nú ekki margir sem að áreika það. Hann er svo fyrsti. Herðu, lúser, hver er lúser þessa viku? Veistu hvað, ég fann svolítið, ég ætla aldrei að kalla hann lúser þegar hann er vinnur með hann Dagbí. En mikið fann ég til með honum þegar að Víðir Reynis var að biðja að flugvöllurinn ætti að vera áfram bara í Vatnsmýrinni. Hann segja, greið dagur, búin að berjast fyrir þessu allæfi og saman í flokki og maður bara, Þetta var skrítið múf. Braut, að því vita að þeir eru árbæðingar bara. Ég þykir væntum dag, ég vil þykir mjög væntum maður. Ég vil segja Guðni Forseti, raunir við kennara. Já, það er svona taktlust, heldur betur. Rory, vinnar. Rory, það var svona hann fekk það í helgaruppgjörinu. Hann fekk það í helgaruppgjörinu. Nú, Donald Trump spilaði með Dustin Johnson. Dustin Johnson mætti í heimsókn. Nei. Hann er ekki svona gaur sem var að spila með Gunnar Birgis. Það er Dustin Johnson. Vá. Hann DJ-in mætti bara sveiðið. Það spilum, tökum eitring. Já, lúsar, nei, ég sé nú ekki. Ég sé ekki marga lúsar nú. Þú ert ekki þannig típa. Nei. Það er eitthvað svo fáránlega ólíkt þér að vera með eitthvað. Ég ætla reyndar að gefa hóp vinnar, golfklúburinn stutt í grínið, Við vorum að bóka okkur til Marrakesh. Já, ég hlakka til að fá okkur. Það verður geðveikt. Já. Eitthvað nöfn í þessu hóp? Þú hefur spilað með nokkur þeirra. Já, hvað er eitthvað nöfn í þessu hóp? Já, þetta eru bara þessi helstu. Ég held að þetta sé það miklu brjálæðingar þegar þetta er að spila 45 á dag. Já, ég er nefnilega að hugsa það sko. Þetta var skemmtilegt. Förum í nei eða já, minna það að Æsver er búin að opna nýja verslun í Kringlunni. Ný verslun í Kringlunni. Þið vitið þarna rétt. Það sem ég lapp inn í Kringluna. Það vitið allir hvað ég lapp inn í Kringluna. Ég er búin að vera að hafa reglu þegar ég mæti í Kringluna. Ég fer alltaf á aðra hæð. Ég legg alltaf á annara hæð. Beint upp, legg alltaf saman stað. Þú ert bara traditionalisti. Ég er bara þannig. Stjörnutorgið er á 3. eða ekki? Já, þú veist, ég legg upp á annar hæð, keyru bara á Kúmen. Pössum okkur. Herru, nei eða já, nóg spurningum frá aðdáendum ykkar. Þú veit að eigið það aðdáend. Já, þú lítur líka vel út í henni. Takk. Herru, getur fólk í sambandi átt í nánu vinasambandi við hittkynið? Nei eða já? Já. Þeir eru svona báðir með marga vinkonur. Þeir eru báðir þannig. Ég var náttúrulega í fertusamlega á vinkonum minn í London á síðasta ári. Já, bara 100%. Já, ég hef nú sannað tröst og virðingu sko. Já, ég sannað heldur betur með yfir húsu. Já, heldur betur. Hvenær fór Hjammi að missa hárið? Nei eða já? Það var 93. Nei, já. Það var 93 eða 93 á Róskildur, 95. Það var tekið að þar. Shit. Magnús Alexandri að Kuggin til baráttumannsins Gunnar Birgis er allt þetta átt eftir að uppkomst að San Marino er með fleiri sigra en Arsenal Nóvember. Stop Kuggin! Það er komið með skip. Er ekki búið að vera landsleikil? Já, með fleiri sigra en Arsenal í Nóvember. Why you cooking, bro? Er ekki búið að vera landsleikil? Sandri, hann er nei eða? Já, nei. Til Hjamma frá Sindra Snæ Jensinni, entrepreneur. Okay. Viltu koma með mér í hádegismat á Hósíl og skoða svo föt saman í húrra? Eða já? Já, ég held að sé húrra cirka einu sinni í viku. Ég tók nákvæmlega þennan löns með honum bara fyrir viku síðan. Já, takk. Já. Og ég mæli með. Bolli Már... Herri, hann sýndi mig líka nýja barinn sem þeir eru ofna. Sí. Eru Hjammi og Gunnar brjóstakallar, spyr Bolli. Sko, ég náttúrulega alveg upp í 90s. Já, stórbrjóst. Og var það samt einhvern veginn aldrei? Það var aldrei ég. Það var aldrei þú? Nei, ég náði aldrei þessu, þú veist, rísa, þessu Pamelu. En þú ert líka, þetta er alltaf jafnaldri. Þú og Pamela Andersson og Jasmín Blíð þið eru oflega jafnaldri. Segir þú kannski ekki að Pamela Andersson er jafnaldri minn.
Ég veit gott við. Það var einn geðu grínar í Kópavoginu sem baðum að textinn á Baywatchið færður upp. Ég var að horfa á Jöllur. Þetta er Jöllukall, Gunni. Ég horfi í manneskjuna. Já, ég horfi í augun. Já. Þar finn ég sannleikan. Verður Ókei Hóraði látin taka póka sinn eða já? Já. Alveg klárt gilsi búið að því. Ég ætla að segja nei. Ég held að þessi gluggi hafi staðfest það fyrir mönnum að 4-1 tapið. Að þetta sé á réttri leið og verða svona áfram. Já. Þá mun ég fagna. En ég mun líka fagna ef það kemur ykkur annar. Ég stið bara þann sem er í brúnni. Er það til í að taka þáttar sem hjá mér í Arsenal-búningi og Gunni í Tottenham-búningi? Já, rosalega rétt með það sko. Nei. Ég skil ekki einhvern Arsenal-aðdáðan að vera að æsa sig yfir Tottenham. Það er bara kannski segir ímislegt stöðuna. Og hefur aldrei verið relevant. Nei, hefur aldrei verið relevant. Vinna Spurs byggar á undan Arsenal? Nei, eða já? Nei. Þeir vinna núna, Euróbyggar. Það eru 300 spurningar, það fóttu nú með einhverja góða. Já, þetta er frábær spurning. Arsenal vinnur ekki meistardeildina, þannig að hvað byggar það að taka? Á varafyrirliði Gróttu eitthvað mark sem heitir rata inn á Goals Hub sem að var svona síða sem ég langaði að búa til fyrir falleg mörk. Áttu eitthvað mark sem að geti rata þar inn? Ég á mark með augnablik, já. Þess að ég þekka frá miðju og skora á móti afturheldingu. Já. Þannig já, á móti Lárus Viðars. Hvað er gamall? Þannig var ég að þjálfa að player manager, þannig ég var 31 tvekja. Já, þannig að þetta væri í flokknum mature og older men. Já. Tæki Gunnar Hjörvar í 100 metru. Já, við byrjum að tjekka því. Já. Er Gunni að toppa og snemma í podcast TV-geiminu? Má ég svara þessu? Nei. Bíðið 2025. Ó já. Just wait. Kristján Helgason spyr, er Gunni búin að leggja lettarann? Nei. Ég og Sindri vorum að hittast einmitt út af þessu og við ætlum að taka þetta svona svolítið áfram. Þetta er bara peace sem er þarna. Kallar hann eitthvað peace? Peace, já, ok. Rástum minn, hvað er the peace? Bring the peace. Give me the peace. Langar þig að vera Mosó-brósi, Hjálmar? Ég er ekkert á móti. Ég hef tilfinningar uppi, ég er mjög oft uppi í Mosó. Hann er náttúrulega í Mosó bara daglega, sko. Já. Ekkert á móti Mosó. Á einum fallegasta stað í Mosó, sko. Já, ég kalla oft, ég sé Mosó sveit, sko, eins og var hérna, þannig að ég á erfitt með þetta bæja dæmi. En hvort er betra kaffið í Hamraborginni eða í Kakókastanum? Í dag þá er það betra í Kakókastanum. Við vorum að fá geggjaða kaffél. Þannig þakka fyrir það með bara svona average white Joe kaffi. Hver? Þú? Þú veist ég er með geðvitt kaffi hérna. Já, fínt. Bara sama og ég er með heima. Já, mjög gott. Hvað er að gerast hérna? Það er við sem bara Það er búin að æsa alltaf mikið upp. Nú er þið búin að æsa mig upp. Þeir eru búin að tryggja mig. Ég bjóst við bara að þú væri með espresso-mengar hérna. Ég er með svona vél hérna fyrir aftan. Ég nenni ég bara. Ég veit ít að takka og skvetta þið sími. Við ætlum ekki að powerranka. Við ætlum að fara í El Grande. Þú veit ekki illa síðast maður. Er það ekki bara því þú ert heimskur? Það var eins og einhver sagði, sko. Þú myndast ekkit svona illa, þú ert bara svona ljótur. Nei, ég veit það ekki. Við skulum sjá til. Ert þú svona gæði að segja, ég er ekki til í að byrja í gólfi, ég sér hættu við að vera lélegur. Æ, Hjörvar, ert ekki að þessu. Ég er alveg tilbúin til að byrja í gólfi. En ég sér hættu við að vera lélegur. Ég nenni bara ekki að vera slá út allt eins og okkar hálfviti, sko. Ég vil bara taka æfingar og svo mæti ég. Þú er aldrei verið góður inn í íþrótt, þannig að eðlilega. Ok, ég ætla að segja þig. Hefurðu spilað með tennis? Nei. Ég er rosalur í tennis. Ég er það góður í tennis að ég er að búlli að félagarna í tennis. Veistu hvað, Hjálmar, ég er að grínast þér. Ég hef alveg trúaður í íþróttum. Ég heldur sér líka geggjaður í svona öllu svona dúllsportum, snóker, púl, biljard. Ég ætla bara að segja við þig. Tenni, ég og þú, næsta árið eitthvað. Tökum tennis. En á hverju eru við ekki saman í liði í padel? Þú hleypur og ég stýri. Anytime. Ég held að það getur verið gott kombo. Ég get stýrt þér. Ég er klár. Heldur betur, við förum í þetta með kemi.is. Já, Hemmi veit ég var að fara inn á doktorfútból.is og fá sér slopp. Já, ég ætla að fá hann á slopp. Hann kemur í fyrramálið. Og síðan kóðin er dokk inn á síðuna. Kemi.is með glussan fyrir þig og þína fjölskyldu. Drengir. Það er komið að því sem við ætlum að gera. Að því ég vildi ekki spyrja eitthvað enska boltana því ég veit hvað Hjammi er góður í enska boltana. Það er ekki sanngjarnt. Það er ekki sanngjarnt.
Ég ætla að fá Serie A leikmenn. Ég vil hafa eitthvað með núna Bullish sem hafa skorað yfir 100 mörk í Serie A. Yfir 100 mörk í Serie A? Yfir 100 mörk í Serie A. Ok. Gunni, þú byrjar. Ég geti dottið út anytime sko. Alessandro Del Piero. Nei. Jú, já. Spilaði í einhver 56 ára á Ítalíu. Jú. Ég hef nú smá áhyggjur á Hjálmari ef hann segir nei við Alessandro Del Piero sko. Þetta var eina sem ég var með on lock sko. Sko, þarna erum við að tala yfir 100 mörk. Já, bara 100 mörk eða meira. Já, ég ætla að fara í Paolo Rossi. Ná aðeins í gamla tíman. Já, Paolo Rossi, Já. ég er ekki viss að hann sé þarna. Já, þetta var þarna. Þannig langar mér svolítið að respekta gamla tíman. Paolo Rossi. Ég held að Paolo Rossi... Manst þú eftir honum, Hjörvar? Já, nei, ég man náttúrulega ekki eftir honum. Nei, ég var mikill Paolo Rossi maður. En... Á Schilacci, heitinn, hann var mjög líkur Paolo Rossi. Já, 82 goals in Serie A. 82 goals in Serie A. Heyrðu, þetta var flottur... Fáum þetta staðfist að við taka ykkur hendur hérna. 82 Stóð 82, 214 leikir, 82 Paolo Rossi? Já. 240 leikir, 240 Nei, 82 mörk. Juventus og Vicenza. Já, Serie A. Serie A, vinnu minn. Serie A, vinnu minn. Ég segi hvað ég ætla að segja. Sko, ég ætla að segja Battistuta. Já, eðlilega. Battistuta. Ég ætla að vera klókur, eiga hann inni, taka Rossi. Ég ætla að fara þetta. Sko, Christian Vieri var ég með. Já, ég var alveg með fullt af mönnum. Zlatan Ibrahimovic væntanlega. Gunni, það snýst ekki það að þú setur að telja núna allt sem ég hef sagt. Ég var með vitlaust í byrjun og það var ástæð, ég ætlaði bara að vera klókur. Ég ætla að þú var eitthvað svona spílakall, alltaf að gefa út eitthvað spil og kannti ekki þetta spil. Hjörvar, ég ætlaði að vera klókur og það bara kom í allir á mér. Það gefa út eitthvað spil og kannti ekki þetta spil. Ég ætla að gefa út undan 3 ný spil en ég veit ekki hvað að gera í þessu spil. Þetta ég veitu akkur. Ef ég hefði náð Paolo Rossi, þá hefði ég bara, svo hefði bara dæla að byrja að ganga. Það er bara dæla að byrja að ganga. Ég fætti 1956. Shit. Þetta var skrítið. Ég meina Ronaldo náði. Þetta var algjör kongur. Kristján, nei, hann var bara eitthvað 23 sísón núna. Nei, 100 mörgum. Nei. 3 sísón, nei. Það nú... Fullt af mönnum aðna, sko. Já. Herðu, við hefum ekki að farið í Jan Rush. Ég get að fara í Jan Rush. Ronaldo á einu marki minna Ronaldo á einu marki minna í Serie A heldur en gæði sem að hjá mig komið. Ég vil eftir leðilega þetta. Þetta er... Í sko 98 leikjum. Ég get að fara í alls konar nöfn sem þið hef aldrei heyrt sko. Þetta hefur verið skemmtilegt. Talandi húrra þá ætlum ég að vera með online raffle í Dogsend, 100k innegni húrra. Danni Fór keypti bara kort af þeim, 100 á skall og það var online raffle í gangi yfir Dogsson, þannig að hægt að taka þátt með því að setja en 10+ leikja seðil á Exit og hafa Dogsson í póstinum. Þú skilur. Sindri er mikið í þessum 10+ leikjum. Sindri er kongurinn í löngum seðlum, hitta aldrei hjá honum. Ég þarf alltaf að leggja mig bara í miðri lestri þegar ég er að fara yfir seðlina Sindra. En þeir ætla að velun eitt bólsi þannig og skifa bara 100k í húrra. Bara klókt. Og húrra Reykjavík og Epic skemmtilegt. Það allt saman geðveikt að fá ykkur félagana. Ég veit það. Já. Það er náttúrulega íslenska körfuboltalandsliðið kalla megin er rosalega hot right now og þeir eru að spila 2 mikilvæga leiki á móti Ítalíu. Ítalía er gott körfuboltalandslið. Þeir eru að spila heimaleika á móti Ítalíu klukkan 19:30 á morgun. Strákar, ég er að taka svona smá Sharon. Ég er að taka þetta smá Sharon Stone á Gunnar Birgis og hann gleymdi sér. Hvað er íslenska landsliðið í fótbolta í körfubolta er að spila á móti Ítalíu á morgun 19:30. Mjög mikilvægur leikur í undankeppni fyrir EM í Eurobasket á næsta haust. Það væri mjög sterkt að vinna annarkvæmt leikinn og ég held að heimaleikurinn sé svolítið við getum stólið. Veistu hvað ég segi þá? Áfram Ísland. 19:30 á RÚV á morgun. Jöfull. Sharon Stone maður. Litla atrið sem það var. Maður lifði á því lengi Hjörvar. Helviti lengi. Þá var líka gott að eiga svona ramma fyrir ramma fjastýringu á vídeóinu. Áttur þannig? Já, áttur þannig, já. Pabbi keypti bæði nýtt sjónvarp og fjastýring og vídeótæki 92 jólin. Já. Og þá var, og eftir þetta MB Action pása rétt fyrir tróðslunum til þess að eiga flottstu myndir. Ert ekki að grínast. Svo kann maður farið, 2 ramma aftur, 3 ramma fram og svona fram og tilbaka.
enda á Sauðárkróki, ég fættist með báðar hendur tómar. Já, heldur betur og pappiðum bara bæjarstjórinn og allt það. Nei, hann var ekki bæjarstjóri fyrir en ég var 27 ára gamall eða eitthvað sko. Og eru þau skilin? Já, þau skildi þegar ég var 19 ára, það er mjög erfiður aldur og þú ert alltaf verið við þetta. Nei, ég var að spyrja hvort það hefði verið þegar að þau voru saman og þá bæjarstjóri, mér gæti ekki verið saman. Þú ert ekki að brotna heimilega? Nei, ok, ég ætla ekki að segja nei, en ég ætla að segja nei. Þú strækar ekki á mig sem maður sem kemur að brotna heimilega. Nei, ég bara fór það. Þegar líður það vel í einn skinn. Já, veist maður, sorry, þetta en 19 ára, það er erfiður aldur. Ógeðslegur aldur fyrir, ógeðslegur aldur. En hvernig er þú rétti aldrei að skilja? En ég set þeirra hamingju í forgrunn og það er það sem skiptir með öllum. Þess að skilja tveggja þriggja það maningin eitt. Það mannst ekkit eftir pappa og mömmu saman. Kannski undir meðunni. Já, ég geti tröflað. En þú ert ekki að brotna heimili? Nei, en ég er algjör ómenntaður. Já, ég líka. Og það var nefnilega það svolítið svona, þú ert með mennt, hvað ert þú? Já, ég er með verslunarpróf. Hann er ekki með neitt. Ég er með verslunarpróf eins og Jóhannes. Hann er ekki eins og stúdentspróf. Vist. Hvað? Ég er með stúdentspróf verslunarskólanum. Ertu kláraður það? Já, ég er ekki með það. Þú ert með það. Come on. Já, ég er ekki með það. Ég er minn spenntar akkur öllum. Kláraður ekki mennskóla? Haldið að ég hef klárað menntaskóla. Þetta er náttúrulega ég er rétt náðu grunnskóla sko. En bara beint út af vinnu. En það er alveg þægilegt að vita af því þú veist, það er oft talað um þetta urgency að það vantir stundum í íslenskum leikmönnum sérstaklega, af því að þeir eru alltaf með aðgang að menntun og foreldrar þeirra í góðu störfum og örugt heimili og Xavier A hérna megin við mig sko, þú veist, hann er alveg, þú veist, það var allt það var búið að byrgja brunnin svolítið þannig að barnið mátt alveg detta onni hann sko. Ég skil hvað átt við, það er svo sem þú hafðir ekki hungri, það er ekkit hungur í paradís. Nei, á meðan ég og í Skagafirðinum. En ég er samt ánægður eins með þig að klára bara menntaskóla og vera ekkit að fara í eitthvað meira nám. Þú hefur ekkert í meira nám að gera. Nei, en er hann ekki líklega til að fara í MBA eða eitthvað eftir svona 10-15 ár? Ég náttúrulega bara var byrjaður að vinna í starfsferðlunum mínum og meðan ég var ennþá í verslun. Það er eitthvað sem segir mér að Gunni gæti Þorkell Diego og Ingi skólastjóri bara go for it man. Já. En eins og sé, ekkert meira nám á þig. Það er að halda að vera duglegur að vinna. Ég get alveg farið í MBA-nám. Farið þá eitthvað almennilegt nám? Já, læri börn og Magnús Ekki NBA, ég tala um MBA. Já. Hann veit ekki hvað það er.